Karl Árni, velkomin í spjallið á Blika TV. Takk hérlega fyrir það. Verðu til hamingju með nýja samninginn. Já, takk fyrir. Hvað er á langur þessi? Þetta er 3 ára samningur. Og ertu sáttur með hann? Ég er gríðarlega sáttur með hann. Já. Voru þetta svona samantekið ráð að þú og Suárez framlönduð á sama tíma? Var hann líka búinn að hafa samband við þig? Já, þeir voru líka búin að Liverpool heyrði í Blikunum hérna daginn og það var ákveðið að við félagarnir skrifum undir á sama tíma. Já, ok. Þetta er svolítið merkilegt, sko. Okkur í Blika TV finnst svona komið tími til að einhver svona eldri en 20 ára skrifa undir samning við Blika. Ég er 19 ára. 19? Já. Hvernig er þetta? 94. Ok. Já. Segðu mér eitt hérna, hvað var það svona helst sem þú gerði það verkum og samtíðið Breiðablik? Ég meina þetta er frábær klúbbur, þetta er uppáhaldsklúbburinn minn og mér líður mjög vel hérna. Þetta er bara eins og einn stór fjölskylda og koma þetta inn á hverjum einasta degi. Mér líður bara vel að koma hingað inn og það var ekkert annað í stöðunni ef maður er hérna heima þá er maður alltaf í Breiðablik. Já. Þú spilaðir 41 leik í sumar. Manstu svona hver er eftirminnilegasti leikurinn? Það voru margir góðir. Mér var KR heima, skemmtilegur leikur. Tók á 3-0 yfirspilinu. Já. Það var gaman í Íslandsmeistarana. Já. Svo alltaf má aldrei gleyma Sturm Graz. Það var einhver minning sem mun aldrei gleymast þetta. Það var gaman að fara Aktópi, spila þar úti, Kazakstan. Það var góð minning líka. Hvernig var svona Kazakstan? Var þetta allt öðruvísi? Þetta var, já, ég er búinn að fara nú til margar landra bæði með landsliðum og núna í Evrópukeppninni. Þetta var nú svolítið skrítið, þetta var mótið svolítið skrítugt. Mikið á fólki, sérstaklega á vellinum, en annars vorum við mikið bara inn á hótel að kvíla okkur og undirbúka fyrir leikinn. Þú gerðir 12 mörk í Pepsi-deildinni, eitthvað mark sem þú svona, eitthvað fallegasta markið eða? Nei, kannski ekki veit. Mér var skemmtilegt að skora þetta mark á móti í Val, útivelli. Nei, annars var bara að telja mörk jafn mikið og maður einhvern veginn er búinn að gleyma mörkum sem maður veit bara að skora aftur í næsta leik, sko. Ekkert sem að ég man eitthvað flottasta mark að gera. Nú fórst þú út í haust. Hvert fórst þú svona til þess að... Hvert fórstu í haust? Ég fór til Legia Varsjó í Pólandi. Og hvernig var að koma til þeirra? Það var bara mjög gaman. Góð upplifun, flottur klúbbur, risaklúbbur, góð stemning, flottur stuðningsmenn, gott lið. Það var bara allt flott við þetta. Já. Er svona atvinnumennskan eitthvað sem heillar síðan mér? Já, algjörlega. Ég býst og sé fyrir mér að ég fari í atvinnumennsku líklega vonandi á næstu árum og það er náttúrulega það sem heillar alla fótboltamenn, unga fótboltamenn að komast út og geta allt þessum atvinnu. Ertu sáttur við að vera að kalla það jólagjöfin í ár? Já, það er gaman ef ég get glatt fólkið og er ríkala ánægður með það. En hvað er svona Árni Vill að gera utan fótboltans? Ég er að stunda nám í menntaskólanum í Kópavogi. Svo er maður bara á aukaði. En einhvers staðar las ég að þú væri stuðningsfulltrúi? Já, ég er að vinna, ég og Jóhann Fannar Kristjánsson, stuð Bliki. Bliki nr. 1 sem svona oft kallaður. Við félagarnir erum að vinna með hvern annan. Hann sér mig og ég sé hann. Það er mjög gaman. Þurfum ótt um það, við sem bestu vinir og gerum allt skemmtilegt. Það er bara mjög gaman. Það gefur líka hópnum mikið, það gefur mikið á æfingar. Þekkir alla leikmenn, þekkir alla stuðningsmenn. Helvíti flottur maður.